Taka af mute. Ok. Já, góðan daginn. Velkomin á fund bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar sem númer 532. Fundurinn haldinn í stjórnsýsluhúsinu á Ísafirði og í dag 18. apríl 2024 og klukkan 17:01. Mætt eru til fundar Gylfi Ólafsson, Dagný Finnbjörnsdóttir, Kristján Þór Kristjánsson, Nanný Arna Guðmundsdóttir, Magnús Einar Magnússon, Aðalsteinn Egill Traustason, Elísabet Samúelsdóttir, Sigríður Júlía Brynleifsdóttir og Arna Lára Jónsdóttir og starfsmaður fundarins Bryndís Ósk Jónsdóttir. Fyrir fundinum liggja líklega 9 mál auk fundargerða sem eru framlagðar hér á eftir. En við byrjum á fyrsta máli, það svæðisskipulag Vestfirskra sveitarfélaga. Þetta tillaga frá fundi skipulags- og mannvirkjanefndar númer 628. En fundurinn var haldinn 11. apríl síðastliðinn og að bæjarstjórn samþykki skipulags- og matslýsingu í samræmi við 1. málsgrein 23. greinar skipulagslaga frá númer 123 frá 2010. Forseti óskar eftir að varaforseti taki við stjórn fundarins. Ég framtum orðið. Takk fyrir það. Sigríður hefur beðið orðið. Já, forseti og aðrir tilheyrendur. Hér liggur fyrir fundinum samþykkja auglýsingu skipulags- og matslýsingu á svæðisskipulagi Vestfjarða. Ég ætla aðeins að fara bara yfir forsögu þessa máls. Það var samþykkt á fjórðungsþingi haustið 2022 að sveitarfélög á Vestfjörðum færu í þessa vegferð að vinna svæðisskipulag fyrir svæði í heild og á síðasta fjórðungsþingi haustið 2023 var skipað í vinnuhóp eða svæðisskipulagsnefnd sem hóf undirbúning að þessu ferli og það var farið í að fá ráðgjafa til þess að vinna verkefnið og gera starfslýsingu fyrir vinnuhópinn jafnframt. Fyrsti fundur fór fram í haust reyndar, en við áttum hins vegar góðan vinnufund með ráðgjöfum fyrirtækisins VSO ráðgjöf og Urbana sem að leiða vinnuna og við áttum í þessar nefnd fund með þeim í lok febrúar þar sem að við fórum yfir það hvað ætti að vera í lýsingu og þar komum við fulltrúar sveitarfélaganna með okkar áherslur og það var mikill samhljómur í þessum áherslum og þær eru hérna lagðar fram og það þó einkum sérstaklega vil ég benda á það sem kemur fram í 3. kafla í matslýsingunni sem eru viðfangsefni og áherslur. Þar sem að þessu skipt upp í nokkra flokka, það atvinnu og nýsköpun, orka og innviðir, samfélag og menning og upplifun og umhverfi og loftslag. Og innan þessa við að horfa á, það sem sagt orkumál, samgöngur, umhverfismál, svo sorpmál. Þetta svona stóru málin í þessu, en svo komum við inn á þetta svona það sem við getum saminast svona í heild sinni fyrir svæðið og við erum í svæðisskipulagi að mála svolítið eins og ráðgjafinn segir, við erum að mála með breiðum grófum strókum yfir landi. Þannig við erum ekkert að skilgreina einhver tiltekið svæði í eitthvað ákveð, heldur þetta svona stefna. Þannig að síðan það hvert svo eins sveitarfélags að útfæra síðan frekar í sínu aðalskipulagi. En núna liggur það fyrir að við erum að sveitarfélögin hafa fengið öll þessa matslýsingu og ég vona að hún verði samþykkt hjá öllum og við getum þá haldið áfram með verkefni
Áformað að halda næsta fund í svæðisskipulagsnefnd þegar að þessu lokið, eða þessu auglýsingaferli, og það verði þá í lok maí, og við erum að vonast til þess að frumdrög verði klár í haust. En hins vegar þetta alveg langhlaup að vinna svona skipulag, en við erum þó svo bjartsýn að við teljum að okkur muni takast þetta á 2 árum. En ég vona að þetta svona upplýsi aðeins ferilinn á þessu, annars bara, þakka þér fyrir mig. Takk fyrir það. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo ekki, þá fær Kristján Gjörsvel. Forseti bæjarfulltrúar, bara að segja svona ég á því líka hérna á fjórðungsþingi þegar var verið að ræða þessi atriði. Það er mjög mikilvægt fyrir okkur að vera bæði samstiga, en ekkert endilega samstiga, við megum alveg takast á við þessi hluti líka, en við að allir séu upplýstir á hverjum tíma, svo við séum ekki að fara í einhverja ranga átt sem ef við viljum fara í einhverja aðra átt, hvort sem það er hérna inni í pólitíkinni, og ég held að það sé einnig gott að fá skoðanir þeirra starfsmanna sveitarfélagsins sem koma að þess. Það eru örugglega ykkur sem hafa ykkur að skoðan á því þar. Það er örugglega væri fróðlegt að fá innlegg frá þeim líka. Þannig að ég held að það sé bara mjög mikilvægt að séum auðvitað samstiga, en líka bara svona að fylgjast vel með og upplýsa alla hverju fundi. Við munum reyna að gera það, ég og Sigga, eftir fundi, en væntanlega kemur þetta þá inn í bæjarráð og væntanlega inn í nefndir þá á þessum tíma. Takk. Takk fyrir það. Þá þegar færa Sigríði stjórnfundarins aftur. Takk fyrir það, herra varaforseti. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki, þá byrja tillöguna upp til atkvæða og bið bæjarfulltrúa vinsælast að gefa merki ef þið samþykkt þessari afgreiðslu. Og þetta er samþykkt samhljóða. Þá er annað mál á dagskrá, það er fyrirstöðugarður. Þetta er tillaga frá fundi skipulags- og mannvirkjanefndar númer 628, en fundurinn var haldinn 11. apríl síðastliðinn og að bæjarstjórn samþykki breytingar á þegar útgefnu framkvæmdaleyfi fyrir framkvæmdinni í heild sinni. Forseti óskar eftir að varaforseti taki við stjórn fundarins. Takk fyrir það, og Sigríður hefur beðið orðið. Forseti og aðrir tilheyrendur. Mér langaði til þess aðeins að útskýra þessa afgreiðslu nefndarinnar. Hún er ekki alveg í samræmi við í rauninni erindi sem að lá fyrir. Það var þegar búið að gefa út framkvæmdaleyfi fyrir 80 metra framkvæmd við þennan fyrirstöðugarð og erindi frá hafnarstjóra hljóðaði upp á að fá leyfi til framkvæmda á 180 metrum til viðbótar. Þegar að þetta kom fyrir nefndina þá var ljóst að það var búið að gera útboð og komin tilboð í verkefnið sem var töluvert lægra en áforma var eða áætlanir og við höfum gert ráð fyrir í framkvæmdaáætlun. Og þá þótti nefndinni það tilvalið að gefa þá frekar framkvæmdaleyfi fyrir framkvæmdinni heild í staðinn fyrir að búta þetta niður. Þannig að ef að það væri tækifæri og svigrúm til þess að lengja hann enn frekar en ráð var fyrir gert, að þá lægi þá framkvæmdaleyfi fyrir. Ég voni þið átt ykkur á hvað ég er að tala um og skiljið. Takk fyrir. Takk fyrir það. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo er ekki, þá fær Sigríður stjórnfundarins aftur. Já, takk fyrir það, herra varaforseti. Þá ber ég tillöguna upp til atkvæða og bið bæjarfulltrúa að gefa merki ef þeir eru samþykkt þessar afgreiðslu. Og þetta er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að þriðja mál á dagskrá, það er Réttarholt í Engidal, Skutulsfirði, stækkun og uppbygging kirkjugarðs. Þetta er tillaga frá fundi skipulags- og mannvirkjanefndar númer 628 frá 11. apríl síðastliðnum
að bæjarstjórn samþykki að heimila málsmeðferð á skipulagslýsingu í samræmi við 30. og 40. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Orðið er laust þessa tillögu. Nanný, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, ég skil það rétt að við erum bara að veita heimildir sem taka þetta inn í aðalskipulagsvinnuna, er það ekki? Hefur verið hugsað að bjóða upp á líkbrennslu í kirkjugarðinum, bara hvort að það þurfi eitthvað sérstakt leyfi eða hvort að við eigum að setja það inn, af því að það er nú svona alltaf að verða algengara og algengara. Forseti óskar eftir að varaforseti taki við stjórn fundarins. Takk fyrir það, Sigríður hefur beðið orðið. Forseti og aðrir tilheyrendur. Sko, þetta er í rauninni verið að tala þannig lýsingu og breytingu á aðalskipulagi, það er rétt. Við Ísafjarðarbær ekki að fara að deiliskipulag geta að svo komnu máli, það er í rauninni kirkjugarðana að sjá það, varðandi að sjá það að kosta það. Varðandi líkbrennslu þá ég held að það sé kannski verið að átt við kerja eða svo ekki líkbrennslu sem slíka. Ég hef ekki þekkingu á því hvort að við þurfum eitthvað sérleyfi til þess að vera með líkbrennslu, eða það hefur ekki komið til tals í skipulags- og mannvirkjanefnd og en ég gerir nú alveg ráð fyrir því að það sé nú töluvert ferli en ég get ekki svarað spurningunni. Takk fyrir. Kristján hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Forseti, herra. Nú er hann fastur. Ég sé nú ekki tilefni til þess að vera eitthvað á móti því að þetta fari auglýsingaferli. Eina sem ég er að spá í það sem stendur mynd 1 áætluð afmörkun skipulagsréttar og skarðs er skynsamlegt að vegurinn inn í Engidal sé inn í þessu dæmi. Það er eina sem ég er hugsa hvort að það mun eitthvað flækja málin. Ég er ekki skipulagssérfræðingur að magna það, en ég held að það er nú óþægilegt eða óheppilegt að þessi vegur yrði innan núverandi eða innan framtíðar kirkjugarðsvegurinn inn í Engidal, þar sem að bændur og búalið og fleiri fara þarna en ég þekki það ekki betur. Takk fyrir það, Sigríður hefur beðið orðið. Já, forseti og aðrir tilheyrendur, ég þakka fyrir þessa fyrirspurn. Þar sem að það er verið að tala líklega ert að vísa í myndana í kafla 2 og þetta þar sem er aðalskipulagsbreyting, þá held ég að það sé nú ekki stóra máli þó að þetta sé afmarkað á þennan hátt. En ég held að það sé hins vegar, þetta er alveg réttmætt, auðvitað þarf að taka til þess og alls ekki að hafa þetta inn á deiliskipulögðu svæði, vissulega. En aðalskipulagsbreytingin, hvort hún er yfir veginn eða ekki, ég held nú að það sé ekki alveg stóra máli í þessu, sko. Takk fyrir. Takk fyrir það, eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo er ekki, þá fær Sigríður stjórn fundarins aftur. Já, takk fyrir það. Þá erum við að fara að samþykkja að ég ber upp tillögu að heimila málsmeðferð á skipulagslýsingu vegna kirkjugarða í Engidal, vinsamlegast gefið með merki. Og það eru allir samþykki þessu. Þá erum við komin að máli númer 4. Það er Grammsverslun. Ósk breyting á deiliskipulagi á Þingeyri.
Þetta er tillaga frá fundi skipulags- og mannvirkjanefndar númer 628 frá 11. apríl að bæjarstjórn samþykki tillögu af deiliskipulagi í óbreyttri mynd með það sem áður hefur verið rætt í samræmi við 3. málsgrein 41. grein skipulagslaga númer 123 frá 2010. Orðið er laust þessa tillögu. Arna Lára, gjörðu svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, tilnefndu mig alltaf dreymt að sitja í skipulagsnefnd. Ég að fá drauminn uppfylltan núna. En mér langaði bara undir þessu máli að við erum til að fara að samþykkja nýtt deiliskipulag á Þingeyri. Það verður mikið heillaskref held ég, að því með þessu getum við farið að gefa út lóðaleigusamning fyrir Gramsvöslun og þá getum við loksins farið að þingleysa eigninni yfir á nýja eigendur. Það hefur allt verið stopp út á deiliskipulaginu. Þannig og nú var þetta eigendur hafa lítið komist áfram að því að þetta mál ekki alveg komið á hreint. Þannig að ég held að þetta sé bara góður tímapunktur að halda áfram með þetta verkefni og vonandi verður þess að það komist einhver hreyfing á uppgerð Gramsvöslunar. Þetta eru margir Þingeyringar sem eru mjög spenntir ef eitthvað fara að gerast. Því að þetta ekki gaman að sjá þetta sögufræga hús standa bara og engin starfsemi og bara einhvern veginn að drabbast niður. Þannig að vonandi verður þess að eitthvað fara að gerast í þessu máli. Takk fyrir þetta, Arna. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki, þá ber ég tillöguna upp til atkvæða, vinsamlega skemmi merki. Þetta er samþykkt samhljóða. Og þá erum við komin að 5. máli, það er Seljalandsvegur 73 á Ísafirði grenndarkynning. Þetta er tillaga frá fundi skipulags- og mannvirkjanefndar númer 628 frá 11. apríl að bæjarstjórn samþykki breytingu á svölum við Seljalandsveg 73 á Ísafirði en með uppfærðum uppdráttum hafi verið komið til móts við athugasemdir sem komið fram í grenndarkynningu. Orðið er laust þessa tillögu. Og það er enginn sem hefur beðið orðið, þá ber ég tillöguna upp til atkvæða, vinsamlega skemmi merki og þetta er samþykkt samhljóða. Þá er það Hlíðarvegur 48, stækkun lóðar. Þetta er tillaga frá fundi skipulags- og mannvirkjanefndar númer 628 frá 11. apríl að bæjarstjórn samþykki stækkun lóðar við Hlíðarveg 48 Ísafirði samkvæmt mæliblaði tæknideildar sem er dagsett 2. apríl 2024. Orðið er laust þessa tillögu og það er enginn sem hefur beðið orðið, þá ber ég tillöguna upp til atkvæða, vinsamlega skemmi merki og þetta er samþykkt samhljóða. 7. mál á dagskrá, það er Grundarstígur 21 á Flateyri, lóðaleigusamningur. Þetta er tillaga frá fundi skipulags- og mannvirkjanefndar númer 628 frá 11. apríl síðastliðnum að bæjarstjórn samþykki útgáfu lóðaleigusamnings undir fasteignina að Grundarstíg 21 á Flateyri sem er félagsheimili eða samkomuhúsið og þetta er þá í samræmi við mæliblað tæknideildar frá 2. apríl 2024. Orðið er laust þessa tillögu og það er enginn sem hefur kveðið sér hljós og þá ber ég tillöguna til atkvæða, vinsamlega skemmi merki og það eru allir samþykki þessi, samþykkt samhljóða. Þá snúum við okkur frá skipulagsmálunum og förum yfir í viðauka. Mál nr. 8, viðauki við fjárhagsáætlun 2024. Þetta er tillaga frá fundi bæjarráðs nr. 1280. Fundurinn var haldinn 15. apríl 2024 að bæjarstjórn samþykki viðauka 2 við fjárhagsáætlun vegna breytinga á launaáætlun. Áhrif viðaukans á rekstrarniðurstöðu samstæðu Ísafjarðarbæjar eru 0 krónur. Áhrif viðaukans á sveitarsjóð A-hluta er 218.188 og hækkar því rekstrarafgangur úr 186 milljónum í 186.218.000 rúmlega. Áhrif viðaukans á samantekinn A og B-hluta eru 0 krónur og er því rekstrarafgangur óbreyttur 505.500.000. Orðið er laust þessa tillögu. Arna hefur beðið orðið. Nei, ok, hún hefur ekki beðið orðið. Já,
Heyrðu, þá ber ég tillöguna upp til atkvæða og vinsamlega skemmi merki og þetta er samþykkt samhljóða. Og þá erum við komin að 9. mál á dagskrá. Já, fyrirgefðu. Þá erum við komin að 9. máli. Það er samþykkt meðhöndlun úrgangs. Breyting á 16. grein. Þetta er tillaga frá fundi umhverfis- og framkvæmdanefnd númer 145. Fundurinn var haldinn 12. apríl síðastliðinn og er tillagan að bæjarstjórn samþykki breytingar og samþykkt meðhöndlun úrgangs. Orðið er laust. Og Nanni hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, þetta mál hefur komið nokkur sinnum inn á borð hjá okkur. Þau munu eftir að við samþykktum nýja samþykkt meðhöndlun úrgangs milli jól og nýjárs. Vorum fyrsta sveitarfélagi til þess að skila nýri samþykkt sem var í samræmi við ný lög sem tóku gildi síðustu áramót. Það hefur svo komið í ljós að við getum bætt aðeins textann varðandi innheimtu og gjaldtöku. Þannig að það sé ekki eins snúið að breyta gjöldum og þurfum þá ekki að fara í breytingar á samþykktunum. Þessar reglur gerða breytingar eru í samræmi við aðra samþykkt sem hefur verið birt á landsvísu og bara númer 2 þá á Íslandi frá því að lögin tóku gildi. Og þetta mál kom inn til bæjarráðs sem vísaði þessu til umhverfis- og framkvæmdanefndar sem gerði ekki athugasemdir við þetta. Þar sem þetta skýrir bara verkferla og er betra fyrir fjármálasviðið og ég legg til að við samþykkið þessa breytingu. Takk fyrir þetta, Nanni. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo er ekki. Þá ber ég tillöguna upp til atkvæða. Vinsamlega gefið mér merki ef þið eru samþykkt og þetta er samþykkt samhljóða. Þá eru allar formlegar afgreiðslur búnar og við erum núna að fara að leggja fram fundargerðir og það er þá 10. mál dagskrá, það er fundargerð bæjarráðs, lögð fram til kynningar frá fundi númer 1279. Fundurinn var haldinn 8. apríl og er fundargerðin í 6 liðum. Orðið er laust þessa fundargerð. Og það er enginn sem hefur beðið orðið og þá er þessi fundargerð framlögð. Þá erum við komin að fundargerð númer 1280 frá bæjarráði. Fundurinn var haldinn 15. apríl síðastliðinn og er fundargerðin í 15 liðum. Orðið er laust þessa fundargerð. Gylfi, gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúar. Þetta var dálítið þungur fundur sem við áttum á mánudaginn var. Og mér langar að vekja athygli á kannski atriði, sérstaklega langar mig að draga fram atriði númer 6 og 7. Það er annars vegar útboð á rekstri á tjaldsvæðinu í Tungudal, þar sem bæjarráð samþykkti að fara í útboð þegar að formlega ferlið er þannig að bæjarráð hefur heimild til þess að samþykkja að fara sig í útboð og svo er það bæjarstjórnar að samþykkja þá töku tilboðs. Útkoman eða niðurstaðan af samvinnu embættismanna og stjórnarmanna bæði í bæjarráði og umhverfis- og framkvæmdanefnd væri að það væri heppilegt að fara í 6 ára útboðsverkefni núna, en það er sett inn ný klása að hægt verði að fara í framkvæmdir með samþykki bæjarins og bæjarinn skuldbindi sig þá til þess að eftir því hvernig samningurinn þróast eða samningurinn er gerður að kaupa þá eignir að samningstíma loknum. Þannig að það væri þá hægt að fara í uppbyggingu þó að samningurinn sé ekki til 15 eða 20 eða 30 eða 40 ára. Þannig að ég vænti þess þá að þetta fari, ég er nú svo sem ekki búin að fylgjast með því, kannski búið að setja þetta útboð, búið að auglýsa þetta en það er allavega ætlun
bæjarins að gera það sem fyrst. Hvað var það tjaldsvæðið á Flateyri, að þá hefur það eins verið til umræðu líka í þessu samhengi, og þannig að, sem ég held að sé ágætt að komi fram hér, að það er ekki tilefni til þess að fara í útboð á því vegna þess að það er talsverð óvissa verklega framkvæmdir við breytingar á snjóflóðavarnargarðinum sem að þar og það er talið heppilegra að það sé unnið bara af starfsmönnum bæjarins að því marki sem að tjaldsvæðið verður opið. Mál númer 7 er annað útboð sem að tengist sumrinu og það er sláttur opinna svæða. Þar er verið að bjóða út til nokkura ára sláttinn, og nýmæli í þessu fyrirkomulagi er að það er hægt að bjóða í hvert byggðakjarna fyrir sig, og aftur og þetta hefur svona komið fram í samtölum bæði við hverfisráðin og embættismenn og í þessum ráðum sem þetta véla. Aftur er það þannig að taka tilboða verður á hendi bæjarstjórnar, en að fara í útboðið er afgreitt með aðkomu umhverfis- og framkvæmdanefndar og svo bæjarráðsformlega. Takk Gylfi. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Kristján, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, það er kannski bara rétt smá brýning á okkur starfsmenn. Við erum rosalega sein með þessu útboð. Þó maður líti hérna út núna og sér kannski ekki alveg fyrir sér útilegu og slátt opinberra svæða, þá er nú alveg að detta í maí, og vonandi verður þetta ekki þess sök að við áum verri boð í þetta, en svona smá brýning á að við þurfum eiginlega að vera aðeins fyrir með svona verkefni. Takk. Takk Kristján. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo er ekki, þá er fundargerð bæjarráðs nr. 1280 framlögð. Þá erum við komin að skipulags- og mannvirkjanefnd. Hér er lögð fram til kynningar fundargerð frá fundi nr. 628 frá 11. apríl. Fundargerðin er í 17 liðum, orðið er laust. Og það er enginn sem hefur beðið um orðið, þá er þessi fundargerð framlögð. Þá erum við komin að skóla, íþrótta- og tómstundanefnd, fundargerð frá 3. fundi þeirra nefndar. Hún er lögð hér fram til kynningar. Fundurinn var haldinn 3. apríl og er fundargerðin í einum lið. Orðið er laust þessa fundargerð. Og það er enginn sem hefur kveðið sér ljós, þá er hún framlögð. Þá erum við komin að síðustu fundargerðinni, það er umhverfis- og framkvæmdanefnd, fundargerð frá fundi nr. 145. Fundurinn var haldinn 12. apríl síðastliðinn og er fundargerðin í 4 liðum. Orðið er laust þessa fundargerð. Nanný, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, þessi fundargerð hefur bara verið rædd hérna á fundinum, þannig að það er svo mikið meira að segja, en ef þið viljið spyrja þá er ég hérna til að svara. Takk fyrir. Já, takk Nanný. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo er ekki, þá er þessi fundargerð framlögð og dagskrá þessa bæjarstjórnarfundar er tæmd. Ég þakka ykkur fyrir góðan fund og segi fundi slitið.